Það ákveðinni glansmynd brugðið upp af einstaklingum sem eru klárlega með yngri stelpum. Hvað finnst þér það? Mér finnst það eiginlega bara ömurleg þróun og þegar maður sér kannski í fjölmiðlum að það sé verið að gera þetta sem eitthvað voðalega spennandi heim og þetta orðnir, hvað ég að segja, frægir einstaklingar innan gæsalappa og þeir eru svolítið svona upphafnir sem eitthvað flott. Mér finnst það bara ömurleg þróun. Það náttúrulega misnotaðar. Það verið að, ég veit ekki hvernig ég á að orða það, náttúrulega sjálfsmynd þeirra brotin. Þær upplifa sig skítugar. Líf þeirra mjög fljótt orðið bara, þær eiga svo erfitt með að komast út úr þessu af því afleiðingarnar eru svo alvarlegar. Þær eiga eftir að takast á við svo stóran pakka þegar þær eru búnar í neyslunni. Í 201. grein almennra hegningarlaga kveðið á alltaf 4 ára fangelsi fyrir hvert þann sem hefur kynmök við barn yngra en 18 ára og alltaf 6 ára fangelsi sé barnið yngra en 16 ára. Mun skýrar kveðið á þetta í 202. greininni en þar segir orðrétt. Hver sem með blekkingum, gjöfum eða á annan hátt tælir barn yngra en 18 ára til samræðis eða annara kynferðismaka skal sæta fangelsi alltaf 4 árum. Í sumum tilfellum þetta bara einhvern veginn, ég gef þér eitthvað og þú þarft alltaf að borga tilbaka. Það alltaf þannig, og unga stelpur borga rosa mikið tilbaka með kynlífið, og í sumum tilfellum þetta líka bara, unga stelpur eru svo mikið út úr heiminum að það voða lítið, þú segir ekkert nei, þú veist ekkert hvað þú ert að gera, eða með hverjum þú ert. Þetta mjög algengt í þessum heimi að maður þarf að beygja alla sína reglur og maður getur ekki haldið í neinn prinsip. Hvað með eldri karlmenn og ungar stúlkur? Mikið það að þeir sækist í þær? Já. Af hverju það? Eitthvað, bara reyna að nota þær. Sjá þessi menn fyrir bara dópi og... Já. Ég hef alveg verið í kringum svona kalla sem alltaf sé hann að reyna að sofa hjá mér eitthvað sliðis og ég bara, bara viklega harðari skilur á mér en það. Það bara var ekki þannig. Nei. Oft þessi eldri karlmenn, þeir eru nokkuð vel, stæðir svona í fíkniefnum heim. Þeir eiga alltaf nóg dópi og þeir eiga alltaf, þannig ef við erum ekkert að vara við eða neitt, þá jafnvel getum við alltaf fengið líka eitthvað smá hjá þeim. Hvað með nauðganir á strákum og stelpum? Bara, ég hef séð þetta gerast, ég hef horft upp á hópnauðganir og þetta bara ógeðslegt. Þetta bara viðbjóður, þessi undirheimar Reykjavíkur, þeir eru bara viðbjóður og ég býð engum velkomna í það. Engum. Nei. Ekki það sé óvinnuvinninu sinni. Svo náttúrulega sjáum við líka svona aukningu í ungum stúlkum sem eru komnar í mjög harða neyslu, eru með eldri mönnum og eru jafnvel farnar að selja sig. Við sjáum það alveg. Ég veit fullt af svona dæmum þar sem stelpur eru að selja sig fyrir Rítalinni og selja sig bara fyrir dópi yfir höfuð. Stelpur sem kannski byrja í neyslu mjög ungar, þær eru mjög fljótt farnar, mjög illa og kannski bara aðgengi þeirra að fíkniefna heiminum. Áður fyrir þegar ég var að byrja þá héldu þessi krakkar sig kannski meira saman, þessi yngri krakkar. Nú eru þau miklu fyrr komin í hópinn með eldra fólkinu. Hvernig gekk þetta fyrir sig þegar þú varst milligöngum í rauninni að selja stelpur? Ég var einhvern veginn bara að benda köllum á einhverja stelpur sem var að selja sig. Og gaf þeim símanúmer hjá þeim og eitthvað. Þú fékkst borga fyrir það bara? Já. Hvað fengu stelpunar? Ég held eitthvað dóp og eitthvað. Það sem það sóttist eftir. Eru stelpur tilbúin að gera allt fyrir eina Rítalin töflu? Margar hverjar, já. Hún hefur ekki verið að fá fjármagn frá mér. Hún hefur ekki verið uppvísað afbrotum. Þannig að maður gerir eiginlega bara ráð fyrir því að þá hljóti það að vera vændi. Ég hef gengið á hana með það og spurt hana, hún hefur ekki þrætt fyrir það en þótt hún hafi ekki viðurkennt það og það segir mér bara það að hún sé að fjármagna þetta með vændi. Veistu stelpur sem eru yngri en 18 ára sem eru að selja sig? Já. Eru það margar? Nei, ég veit ekki margar, ég veit allavega 2. 14 ára gömul, heldur eftirspurnin sé mikil eftir svona ungum stúlkum? Já, hún búin að vera í daglegri neyslu í 4 mánuði og á mánaðartímabili af þessum tíma þá var þetta efni sem eru dýr, kókaín, amfetamín og
einhver fleiri sem ég kann ekki nefna en ég veit að kosta peninga, þannig að já, það hlýtur eiginlega að vera. Samkvæmt upplýsingum úr ýmsum áttum og þó sérstaklega áskýrslum SÁÁ er á bilinu 700 til 1000 virkir sprautufíklar á Íslandi í dag. Engar tölulegar upplýsingar eru til hjá Barnaverndarstofu fjölda sprautufíkla undir 18 ára aldri. Kastljós sendi Barnaverndarstofu spurningar í 22 liðum þann 28. apríl síðastliðinn, þar sem meðal annars var spurt fjölda sprautufíkla undir 18 ára aldri. Spurningin hljóðaði svo: Er BFS með upplýsingar fjölda unglinga á aldrinum 13 til 18 ára sem hafa byrjað sprautunotkun á hverju ári frá 2004 til 2010. Engin svör hafa enn borist við spurningum Kastljós. Ég hef verið starfandi læknir í 17 ár á spítalanum og þetta hefur tekið miklum breytingum á því tímabili og sérstaklega núna kannski síðastliðin svona 5 ár. Það er miklu harðari neysla, miklu meiri svona alvarlegar afleiðingar af neyslunni. Og tilfinningin er að þetta tengist því að það er meiri notkun á rítalíni og skyldum efnum í umferð. Já, ég sá mörg ný andlit. Og ég sá alveg einnig stelpur sem voru bara, sem langaði í raunverulega bara að bjarga. Að bara hrista í þeim og segja, hvað eru að gera? En ég veit að þegar maður er orðin fíkil, maður er hún háður fíknum, þá tekur maður ekki séns. Segir ung kona á þrítugsaldri. Hún byrjaði að drekka áfengi 14 ára og ári síðar fór hún að neyta amfetamíns. Neysla hennar jókst hratt og fljótlega var hún farin að sprauta sig. Í fyrsta skiptið notaði hún sjóveikistöflur. Þegar þetta viðtal var tekið var konan í endurhæfingu á Kleppi. Hún hefur greinst með persónuleikaröskun sem kallast borderline og áralöng hörð fíkniefnaneysla hefur leikið hana grátt, bæði líkamlega og andlega. Neyslan í þjóðfélaginu er að vaxa á 3 vígstöðum. Það er áfengisneyslan sem hefur margfaldast. Það er ólögleg eiturlyf sem líka hafa margfaldast. Og síðan er það læknar sem líka skrifa út mun meira af lyfjum. Og síðan er ekki bara það að neyslan er að aukast í sjálfu sér, heldur fólk líka fyrir að nota þetta meira sem sprautur. Og mín neyslukynslóð er, það er rosalega mikið það, alveg ótrúlega mikið. Og ég hugsa alltaf að því ég á litla systir sem er fædd 94 og ég hugsa bara góður ef ég sæja hana í þessum sporum. Því ég veit stelpur sem eru á þeim aldri sem eru að byrja að sprauta sig. Er mikið af ungum krökkum undir 18 ára í þessum heimi, í neyslu og harðri neyslu? Já, rosalega mikið og ég er líka bara að taka eftir því það er einhvern veginn að aukast alltaf, aukast og þau eru einhvern veginn bara á götunni. En mér fannst vera meira af ungu fólki í læknadópi og einnig að það væri orðið miklu algengara. Það var einhvern veginn bara, og læknadóp var ekki falið. Það var ekkert, þetta var bara, og þú varst bara út undan ef þú hefði ekki prófað einhverja tegundir af læknadópi. Finnst þér þetta hafa versnað núna síðustu ár? Já, þetta hefur versnað. Já. Notkun á svona hörðum fíkniefnum hefur aukist og hvað maður segja, sjáanleikinn er meiri. Þegar ég var að byrja að vinna hér á fíknigeðdeildinni fyrir, aldarfjórðungi síðan, að þá var alveg, það kvísaðist deildinni ef einhver var að sprauta sem eiturlyfjum. Það var mjög fátítt og bara stöku maður. Núna er þetta bara annar hver maður sem er að nota eiturlyfjum með því að sprauta þessi með þeim. Þetta verður ekkert þetta heldtegunni bara. Þetta er bara, ég veit ekki hvernig ég vil lýsa þig, en þetta er bara eins og, ég get ekki einhvern veginn lýst því hvernig víman er mikil. Hún er bara, ég veit að þessi víma er sterkari en móðurástin. Fíklar, þeir vilja frekar rítalín heldur amfetamín. Þeir tala um þeir fá meiri vímótur í og þetta er náttúrulega hreinnaður, eða sem sé það vita hvað er blandað í það. Og þeir lýsa því að þeir fá bara meira út úr í að sprauta sem rítalíni heldur en amfetamíni og jafnvel meira heldur en kókaini. Í starfi mínu þá vinn ég líka á bráðamóttökunni og hitti fólk sem kemur beint á götunni og ég hef hitt þar einstaklingar sem eru 13 ára gamlir sem eru með eitranir eða með húðsýkingar
sem að tengjast sprautaefna eða sprautunotkun. Í desember kunngerði Alþjóða fíkniefnaráð Sameinuðu þjóðanna heimsmet Íslendinga í notkun á rítalíni. Með formlegu bréfi voru íslensk stjórnvöld að vöruð við þessari miklu neyslu og afleiðingum hennar. Árið 2009 notuðu Íslendingar rúmlega 11 skammta af rítalíni á hverja 1000 íbúa. Bandaríkjamenn kom á hæla Íslendinga með 7 skammta á hverja 1000 íbúa, Noregur með í kringum 4 skammta og þar á eftir komu Danir og Svíjar þar sem neysla á rítalíni var minni en 3 skammtar á hverja 1000 íbúa. Nú hefur verið talað það talsvert og þeirra spurningar spurt hvort að foreldrar sé að nota til dæmis rítalín sem útgefin á börnin þeirra og selja það á götunni. Hafið þið fengið ykkur upplýsingar svoleiðis dæmi? Ekki sem við getum bent á en svona sögur kom alltaf upp reglulega því miður og maður fær því miður stundum að heyra svona sögur frá yfirvöldum að grunnur slíkt kom upp. Það talið að verkunamáti rítalíns sé mjög svipaður á verkunamáti kókaíns. Og við skiljum þetta ekki alveg, það eins og að það sé önnur áhrif við að sprautefnin í sig heldur en að sniffa þau eða borða þau. Það gerist svo miklu hraðar, þetta bara skyndilega gífurleg aukning upp í heilanum, mjög hratt og það kemur einhver sælu tilfinning. Hvað algengasta fíkniefni á markaðnum hjá ungu fólki í dag? Sem að sprauta sig. Þetta alveg klálega allt litla liðar á rítalíni. Eftir að þetta átak var í fjölmiðlum fyrir stuttu. Hvað átak? Það var verið að tala það að það væri alltaf mikið rítalíni á götur. Já, ég var því. Er það búið að minnka framboðið því? Ekki svo ég veit, Er ekkert mál að redda þessu? Ég veit ekki, ég allavega nælt að redda mér og alltaf allir í kringum þannig að þetta út allt. Það næstu, hver einasti sem kemur til okkar hefur verið neyslu. Hver einasti sem kemur til okkar hefur prófað örvandi efni. Það liggur við að hver einasti hafi líka prófað rítalín. Við sjáum líka annar skonar notkun á bæði læknaslyfjum, róandi-lyfjum, við sjáum hassneytendur og annað slíkt. En stóri erfið hópurinn er þeir sem eru í örvandi efnunum. Og það er alveg ljóst að efni eins og rítalín eru orðin talsett svona á tímabilum eins og ég sé það ráðandi í þeirra aðgengi að fíkniefnum. En hvað mikið af krökkum undir 18 ára í þessu? Þekkir eitthvað til þessu? Já, það er alveg sláttir. Það eru svo rosalega margir sem fara núna að beita fyrir þetta. var ekkert svona þegar ég var til þess að fyrir neyslu þótt ég sé ung. Þá var sprautan ekkert svona vinsæl Núna er svo að sé bara í tísku og einhver djökkari. Svo það sé eitthvað töff. Við höldum áfram umfjöllun okkar þessi mál á morgun. Þá verður fjallað þann skaða sem fíkniefnaneysla veldur, bæði á líkama og sál. Í þættinum koma fram sláandi frásagnir af fólki sem hefur orðið mjög illa úti vegna neyslu, auk þess sem farið verður ofan í mikinn kostnað samfélagsins vegna áfengis- og fíkniefnaneyslu.